skóla, hrista, flokka. Við ætlum að kenna ykkur að flokka pappír. Af því það eru margir mismunandi flokkar sem eiga að fara í tunnuna og ástæðan fyrir því er að við flokkum það svo frekar hjá okkur og móttökuaðilinn flokkar það síðan enn frekar. Það sem má fara í pappírstunnuna að það eru sléttupappa-fernur, það eru dagblöð og tímarit og svo er það skrifstofupapír allskyns og einnig bylgjupappi. Þá er það fernurnar. Þær mega að fara með pappír en þær þurfa að vera hreinar og ástæðan fyrir því er að móttökuaðilinn þarf að fá þær hreinar til þess að geta endurunnið þær. Þannig að óhrein ferna er rusl en hrein ferna er endurvinnsluhráefni. Og það þarf samt ekki droslega mikið vatn til að skola þetta. Að það er rauninni bara rétt hérna í botninn. Síðan loka maður. Hristir þetta eins og kokteil, tæmir og það ætti hún að vera meira og minna hrein. Eitt sem ég vil líka minnast á er að þetta getur tekið svolítið mikið pláss í ílátunum ykkar og þannig að það er að gera að láta fara svolítið lítið fyrir þeim og fella þær saman. Þannig sjáu hvað þetta spara plássið. Fleiri flokkar, það er eins og sléttupappinn. Það eru umbúðir eins og þetta. Og þá mæli ég líka með allt sem er hægt að fella saman. Þannig að það taki minna pláss. Margir velta fyrir sér umslögum, svona umslögum sem eru með svona glugga, litlum glugga. En þetta er svo rosalega lítill partur þannig að það má fara með. Vandamála umbúðir sem að fólk veit ekki alltaf hvað það á að gera með en eru kannski meira hluti pappi. Þess vegna langar fólki svolítið að flokka það með pappír. Þetta er svona hluti af svoleiðis umbúðum og það er alveg hægt að flokka þær en það þarf aðeins að kryfja þær. Lokið fer með plasti og síðan er smá botn hérna, þannig að ef að botnin er fjarlægður, hann má fara með málmum og húlkurinn má fara með pappír. Og þá er hægt að flokka þessar umbúðir. En ef hann er ekki tekinn í sundur, að þá er þetta heima með almennssorpi. Fleiri eða svona vandamála umbúðir sem fólk er ekki alveg viss hvað það á að gera við, eru eins og svona. Þetta eru samsettu umbúðir úr plasti og pappír. En leið og þú getur aðskilið þær auðveldlega, að þá getur þú flokkað þetta. Annað fyrir pappír og hitt fyrir plast. En ef það er ekki hægt að aðskilja það, þá er það bara heima með almennssorpi. Pítsakassar eru úr bylgjupappa. Bara klárið pítsuna fyrst. Þannig að tæmið kassan, skrapið mesta ostin úr og þó það sé smá olía í kassanum, það er alltaf læg. Og það má flokka það með pappír. Og þá svona bara til að taka þetta saman, varðandi pappírsflokkunina, umbúðirnar þurfa að vera hreinar. Hreinar umbúðir eru endurvinnanlegt hráefni, óhreinar umbúðir eru sorp. Og svo að fella þær saman til að nýta plássið í tunnunum sem best. Og ekki senda okkur pítasneiðar því við borðum þær ekki.